Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Það verða Káin 3 í þessum þætti. Já, við skoðum kynjaketti í Grindavík, skoðum áfram málefni varnarliðsins. Það eru jú 10 ár frá því að varnarliðið fór frá Keflavík. Hvað hefur gerst á þessum áratug? Og við förum út í Helguvík og skoðum 3. K-ið. Hvað er það? Jú, kísilverið í Helguvík. United Silicon var að hefja starfsemi og við verðum þar. En við hefjum leikinn í Grindavík með kynjaköttum. Guðbjörg Hermannsdóttir, formaður kynjakatta og kattaræktandi í Grindavík, er með 7 ketti á heimilinu. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn og fengum vægast sagt hlýjar móttökur. Ég hef alltaf verið ógeðslega hrifin af norska, en ég er náttúrulega fjall fyrir þessari gömlu þarna. Þetta er byrjunin, þessi hérna. Þessi er að vera 10 ára. Það sem ég fjall fyrir, og þá náttúrulega vissi ég ekkert um norska, ég vissi ekkert um tegundina annað en ég bara sá hana, mér fannst það falleg. Það var það eina. Svo út frá því fór þetta svona, já, ég væri til í að fara út í ræktun og ég fæ lánaðan högna, sest rauðan og hvítan, silfurhögna og hún kom með 2 kótesseska og svo eiginlega bara vindur þetta upp og séu komið 1, þá ertu komið 2, 3, 4, 5 og þú veist að þú ertu komið 10 og þú veist, þú tekur ekkert eftir. Þetta fellur eiginlega allt saman í 1. Þannig að þetta eiginlega bara svona slísaðist til, þetta er svona eitt leiðir öðru og það bara, já, ég er bara komin í ræktun. Og er þetta mikil vinna? Nú ertu með 7 kýs á heimilinu. Það er mikil vinna í kring gótin. Þegar þau eru komin svona ferð, svona 6 vikna, þá myndi ég segja að þá er þetta fyrst virkileg vinna. Því þá er þetta náttúrulega hérna út allt og maður er að kassavenda og sem íta að hérna læðan kenni kettlingunum á sandinn og þetta. Nei, þetta er basically þú komst mér í þetta og þú skalt sjá þetta. En það er svona mesta vinnan, það er að koma dýrum, það er að venja þau og hérna, þú veist, gera þau húsrein, venja þau öll læti. En annars þá er þetta ekkert máli svo núna, þau voru 5. Það var náttúrulega, jú, ég segi það ekki, heimili var stundum hérna í hersöndum þegar stuðið byrjaði. En að öðru leyti þá, þegar maður hefur svo miklu ástríðu fyrir þessu, þá pælir maður ekkert í, það er kannski aðrir á heimili sem pæli. Og hvað kostar 1 kettlingur? Þetta er allt frá 100 til 120, það er misjafnt. Það er bara, þú veist, við erum með misjafnt verði á þeim. Mengunin minnir að gælutir í 120. Ég á einn eftir á mér sem fyrir á 120, þá erum við búin að gera allt. Þú þarft ekkert að fara með henni í skoðun nema eitthvað koma upp á, sko. Og hérna, já, fylgir ættbók og svo getur sótt aðhald í félaginn og fyrsta árið er frítt með nýjum eiganda. Og við mælum alltaf með því. Það er ógeðslega gaman að fá nýtt fólk á sýningar, segi það ekki. Og þegar þú verður gömul, heldur þú verður svona brjálu kattakona, kannski með 30 ketti? Alveg örugglega.
Ég mun örugglega finna stöð heima hjá mér með 30 ketti, þess vegna finnst ég ekki. Ég verður að gleyna þessum. Nei, ég hef alltaf, frá því ég var krakki, alltaf verið hrifin af köttum. Alltaf. Þetta bara, ég veit ekki hvað það er, en það bara eitthvað við kettina sem bara, þau eru sjálfstæð, sumir segja treysti þeim ekki, þau eru svo lævisk og lúmsk. Það getur líka verið það. En það er mjög fínt að vita ekki nákvæmlega hvað ég hef. Norsku skógaköttin náttúrulega bara náttúrulegt afbrigði af ketti. Þeir eru prílarar og þeir una sér rosalega vel uppi og ef þeir geta prílast, eins og ég segi, er ég með þetta risaferlíki, af því þeir elska þetta. Þeir eru mjög félagslyndi líka, algjörlega kelirógur. Ég reyndar hef alltaf verið hrifnar af strákunum og minn fullkomni strákur er rauður strákur. Mér finnst þeir alveg ekstra, sko. Á dögunum héldu kynjakettir haustsýningu sína í Reiðhöllinni í Grindavík og segir Guðbjörg hafa gengið vonum framar og margir gestir komið í höllina. Fjölmargir ræktendur voru á staðnum og fræddu gesti eiginleika hverrar tegundar. Sko, norskur, það sem verið að dæma hann, þá verið að dæma sérst höfuð. Þeir vilja náttúrulega fá mjög kúpt höfuð. Hún pínuflötiselska, en það er allt í lagi. Og það þríhyrningurinn hérna. Norskur er alveg með þríhyrning. En aftur á móti meinkúnin, sem að fólk ofta rugla saman norskur og meinkún, að þeir eru með meira box. Þeir eiga að vera meira svona ljónslegir og eyrun standa hærri. Það er miðað við á norska þá er svona eins og þú komir sér satt eyra á milli. Þetta er alveg, þeir eiga að fara alveg líka sama við. Augun, það er verið að dæma hvernig augun eru, staðsetningin, lögun og þeir eiga að vera svona möndlulega svona. Og svo náttúrulega eiga að vera með alveg beinan prófíl. Þá sést er verið að horfa á hérna og það er alveg hérna, þráðbeint. Svo ég vil hafa það sem að þessi dama fékk hérna, hún er með svona góða höku. Svo er það lengdin, það er skottið, það er kannski ekki hárlaus skottir en það. Og við viljum fá skottið allavega hingað. Ef það er lengra, þá er það allt í lagi. Og svo náttúrulega er það geðslægið líka. Það munar rosalega miklu og flesti kettnir okkar er nú bara mjög gott geðsla. Hæ! Kss, kss, kss. Unnið að gangsetningu Kísilvers United í Helguvík þessa dagana. Byrjað var að kynda upp í bræðsluofni Kísilvers United Silicon í Helguvík í vikunni. Eldurinn þarf að loga í ofninum í 60 klukkustundir áður en bræðsla á kísli hefst í kísilverinu. Í þessari viku hefur verið unnið að prófuna á búnaði en framleiðsla hefst á næstu dögum. Magnús Garðarsson, framkvæmdastjóri United Silicon, hafiði ástæðu til að fagna tímamótunum í vikunni. Já, þetta er góður dagur. Loksins kveiktu við í ofninum og fyrsta áfangunum bara að baka fóðringuna og svo kemur framleiðslan í beinu framhaldi að við getum haldið áfram að testa og svo kemur kísilinn vantarlega eftir nokkra vikur. Hvernig er þá rauninni staðan á verkefninu í dag? Staðan er bara þú að verksmiðjan er full kláruð og við erum bara að núna testa framleiðslubúnaðinn og í þessu test þá er líka það sem heitir hot run test og það byrjum við að kveikja upp og náttúrulega testar allar þessar græjur eru í lagi og allir skynjarar og allt stýrikerfið taðar saman og hefur stjórn á allir verksmiðjunni. Svo þetta er bara nokkur stór áfangi þótt að við erum ennþá ekki byrjað að ná þetta raforku. Þannig að framleiðslulína sem slík er tilbúin? Framleiðslulínan er alveg tilbúin, já. Og við væntanlega byrjum að nota raforku á mánudaginn eða þriðjudaginn næstu viku. Er þá áætlað að þið farið að bræða kísil? Já, þá kemur kísilinn út, þá fyllum við hráefni í ofninn og heldum áfram að prófa búnaðinn. Og þá kemur kísill og það þarf alltaf að virka og testast og svo við erum bara undirbúa restina og klára okkar hluti og þá fer þetta í gang. Það hafa svona verið nokkur ljón á veginum hjá ykkur og þetta hefur tafist kannski svona lengur heldur en þau gerðu ráð fyrir? Já, það hafa verið steinar á leiðinni og við erum núna 60 dögum og seinir með að setja í gang. En þetta er mjög stórt verkefni og ófyrirséðar hlutir hafa skeð
meðal annars þá sprakk hjá okkur einn spennir í júli og það tók tíma að finna annan spennir sem passaði og við fengum að leigja hann og mjög flott hjá HS Veitum að hjálpa okkur með að útvega þennan spennir og á meðan verið að búa til nýjan spennir í Ítalíu og það tekur allt tíma. Ertu búin að manna fyrirtækið? Ertu komið starfsfólk til þess að bara hefja að standa? Já, við erum komnir með flesta starfsmenn. Okkur vantar kannski svona 10-12 manns í viðbót, en akkurat núna erum við með 13 manns frá Noregi sem eru að hjálpa okkur með að starta verksmiðjuna og þeir fara svo heim, fyrstu fara heim jólin og svo eru 5 eftir og þeir fara heim í febrúar. Svo við reiknum með að þurfa að ráða cirka 12 Íslendinga í staðinn fyrir þá. Og hvernig svo framhaldið? Er þið eitthvað farnir að hugsa næstu áfanga? Já, við hugsum alltaf næsta áfanga og en akkurat núna fókusurum við á að koma þessum fyrsta ofni okkar í góðan og stabílan rekstur og þá byrjum við að skoða og planleggja ofn nr. 2. Við erum náttúrulega með rekstrarleyfi og með pláss á lóðinni fyrir 4 ofna allt í allt. En við tökum eitt skref í einu og einbyttum okkur að vel að því. Þegar maður sér yfir svæðið þá sér maður það eru hrúgur af það kvars og ykkur spænir og kol. Þú ert komið með allt sem maður þarf í þetta og hvernig verður þetta? Hversu tíðar verða ferðir til og frá verksmiðjunni með hráefni og afurðir? Já, það kemur að meðaltali 1 skip á viku hjá okkur með hráefnum, bæði frá Portúgal, Hollandi, Kanada og Póllandi og við erum með fulla byrðir núna til þess að geta sett framleiðsluna í gang. Við erum með byrðir núna fyrir 6 vikna framleiðslu og við byrjum að nota þær í byrjun næstu viku og þá sjáum við þegar við þurfum að fá næstu skipin verða vantarlega í lok nóvember og byrjun desember. Svona fyrir hinn almenna borgara sem kannski veit ekkert mikið þessa framleiðslu, hvað nákvæmlega að gerast í þessum mannverkjum í Helguvík? Hvað eru þið að bræða og hvað verður úr þessu? Já, þetta efnabreyting sem fer fram í ofninum. Kvarts náttúrulega kísiloxíð og við blöndum réttum hlutföllum kvarts og kolum og tréflís í ofnin og þegar það hitað upp þá fer efnabreyting fram og kolefnið stelur súrefninu frá kíslunum í kvartsinum og það gufar upp í gegnum lofthreinsivirkið okkar og svo fáum við hreina kísilinn út í botninum og ofninum þar sem hann lekur út og við erum með þannig bræðsluofn að við erum með það sem heitir continuous tapping, það segja að kísilinn alltaf að leka út. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Ákvörðun bandarískra stjórnvalda að fjarlægja herlið sitt frá varnarstöðinni í Keflavík fyrir október kom sem reiðarslag yfir íbúa Suðurnesja og ætlaði til sá einstaklingur suður með sjó sem málið snertir ekki persónulega því að viðkomandi vinnur ekki þegar á varnarstöðinni þekkir hann alltént einhvern sem það gerir. Stjórnmálamenn og aðrir framamenn og konur hafa tjáð þetta mikla hitamál, en hvað finnst almennum borgurum? Þetta náttúrulega mjög slæm áhrif fyrir okkur, reyndar þetta búið að vera í umræðinni mörg ár og alltaf sagt að allt sé að fara til fjöldansinn en það virðist ekki verið í dag allavega. Svo spurningin hvað verður þetta fólk sem þetta vinnur.
dag kannski getur að fengið nóg atvinnu en margir faglar eru þannig að þetta slæmt mál engu að síður. Brotthvarf hersins mun ekki eingöngu hafa áhrif á þá sem vinna á varnarstöðinni því Bandaríkjamenn af vellinum hafa sótt margs konar þjónustu til nágranna sveitarfélagana. Meðal þeirra sem gætu fundið fyrir áhrifum brotthvarfsins eru veitingamenn þar sem Bandaríkjamenn hafa verið dyggir gestir í gegnum tíðina. Ingólfur Karlsson á veitingastaðnum Langbest í Keflavík segist þó ekki kvíða framtíðinni og hefur sterkar skoðanir á málinu. Vissulega held ég að sumir hérna á svæðinu verði fyrir miklum áhrifum. En svona almennt myndi ég segja að hjá mér verði ekki nei, það verði ekki mikil áhrif. Ég treysti hérna á bæjarfélagið og allt þetta góða fólk í bænum hérna, það það sem uppistaðan í mínu rekstri. Almennt talið, þá held ég kannski fyrir það fólk sem vinnur upp á flugvelli. Að það fólk kannski myndi ég telja að margir séu svona lausur ákveðinni gíslingu. Ég tala mikilvæg reynslu þar, ég vann nú sjálfur fyrir herinn í 12 ár. Og ráðningarsamningarnir sem eru með við Íslendinga eru flestir upp á 3 til og allt niður í 1 mánuð. Og að vinna undir svoleiðis lengdar alls ekki jákvætt. Þannig ég tel að við ættum að stíga skrefið til fulls og álita þetta bara ákveðin léttir, við erum lausur úr gíslingu og fara að einbeita okkur bara að byggja upp okkar samfélag að einhverju viti. Ég held að þetta hafi ekki þessi óbóðslega áhrif eins og menn halda núna allt í einu að það muni hafa. Hvað vilt þú sjá hér söður frá í tengslu við atvinnu uppbyggingu framar öðru? Já, það náttúrulega þetta opna gríðarlega möguleika og það spennandi tími framundan. Og ég held að við Íslendingar ættum að sjá þá loksins núna að við erum bara að treysta okkur sjálf. Það má varpa þeirri spurningu fram líka að hvað stendur eftir af þessum varnarsamningi sem hérna frá. Þýðir þetta það að kaninn sé alfarinn en samt eru þeir hér með áfram leyfi til að koma eins marga hermenn og vilja í viðbót ef það hentar þeim. Það þýðir það að samfélagi okkar hérna í kringum flugvöllinn, þetta þekkt fyrir bara í Bandaríkjunum líka, að það þarf að víkka út og draga saman eftir þeirra hendurleika. Og menn sem að standa í samningaviðræðum við varnarliðið og þessa kappa þarna í Washington, að þeir verða náttúrulega að spyrja sig líka því að við verðum að fá tryggingu hér fyrir framtíðinni hjá okkur. Og mér finnst alveg sérstaklega stórt atriði að við ættum þá frekar að losa þá alveg út og treysta okkur sjálf heldur en að vera með þá áfram hérna. Já, það ótt að segja málefni starfsmanna varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli séu málana þessa dagana. Og núna hérna klukkan 5 að hefjast fundur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja en rétt fyrir fundin hittu við frumalendur þá Árna Sigfússon og Geir Haarde utanríkisráðherra. Við náttúrulega leggjum áherslu á að yfirtaka Íslendinga á rekstri flugvallarins geti gengið snurðulaust og vandræðalaust fyrir sig og það engin ástæða til að halda annað en að svo að verði. Þarna er hópur af lykilstarfsmönnum sem að munu vonandi halda áfram að sinna þeirri þjónustu sem þeir hafa veitt. Og við tökum þetta skref fyrir skref í sameiningu yfirvöldin hérna suður frá og svo ríkisstjórnin. Hvað með hluti, þætti eins og álver? Já, það er náttúrulega dálítil framtíðarmúsík en þeir aðilar sem þar að hluta máli taka það mál mjög alvarlega og ef það er hægt að fá orku í það verkefni og koma því fyrir innan okkar hagkerfis á skynsamlegum tíma að þá sé ég ekki tvíti fyrirstöðu að Norðurál hæsli sér völl hérna á þessum slóðum. Hér eru 140 manns búin að vera á námskeiðum hjá okkur og líka vel. Það eru milli 70-80 manns þegar búin að fá störf sem að störfuðu hjá varnarliðinu. Þannig að þetta lítur allt svona nokkuð vel út núna þó að það sé nokkuð langt framundan vegna septembermánaðar. Þannig að það er þá allt í svona þokkalegu málum getur við sagt. Já, eins og lítur þetta ágætlega út en ég hvet starfsmenn varnarliðsins til þess að huga alla að sínum málum vegna þess að uppsagnarfrestur, hann rennur út í september og þá er mjög mikilvægt að menn séu búnir að huga að svona flestum atriðum. Já, Árni, ef við förum 10 ár aftur í tíman, það leyti sem að þið fáið tilkynningu það varnarliðið að segja bless. Við erum að fara að segja þér með manni og mús. Hvernig tækluðu þið málið í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem svona stærsta bæjarfélag á svæðinu með flesta íbúana í vinnu og fyrirtæki og annað sem að tengdust og voru að veita þjónustu hérna. Hvernig var andrúmsloftið hjá ykkur? Sko sem betur fer, þá vorum við búin að undirbúa ákveðna þætti í þessu. Við vorum búin að skoða hvernig við ættum að bregðast við ef að þetta gerðist. Það er að segja hvaða tækifæri væru hér á flugvellinu og hvernig mætti nýta þau. Þannig að við fórum bara strax í þann gír að bregðast við því
Það voru, við sáum fram á þessu 100 manna sem reyndu svo vera 1100 mann sem mistu störf sín og flestir gerðu það á 6 mánuðum. Þetta var náttúrulega gríðarlegt áfall, þannig að það var svona stóra áhyggjuefnið. Ekki kannski það að okkur tækist ekki að vinna með öðrum hætti úr þessu. Við kölluðum til forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Við lögðum fyrir þá ákveðið plan, þannig að það bara strax á rúmlega viku eftir að þetta gerist að þá er farið að setja upp þetta plan. Þannig að í sjálfu sér held ég við höfum brugðist rétt við, en auðvitað var þetta mikið áfall og svo núna þegar við horfum tilbaka 10 ár, hvað hefur gerst. Ég held að það hefur verið gríðarlega mikilvægt að þróunarfélagið var stofnað og ríkið setti þetta verkefni af stað. Ríkið fékk auðvitað þessar eignir nánast gefins til sín, allar þessar eignir varnarliðsins. Sveitarfélagið kom til móts við þessa stöðu. Við gáum eftir öll fasteignagjöld af eignum sem væru þá ekki seldar af ríkinu eða búið að leigja út af ríkinu. Þetta var reyndar sett í lög. Við náttúrulega höfum kostað og rekið skóla, grunnskóla og 2 leikskóla og svo náttúrulega þurft að standa frammi fyrir þessum atvinnumissi svo margra sem voru hjá okkur. Þannig að þetta var svona fórnin sem að við vildum færa. En það sem við sáum gerast í þessu var að það sem þróunarfélagið hefur raun og verið kennt okkur að flugvöllur ekki bara einhvers konar samgöngustaður. Þetta í raun og veru bara hagvaxtar smiðja og þetta verkefni sem skilar nánast eins og segull, dregur að sér mjög skemmtilega og spennandi fjárfestingu langt út fyrir flugvöllin og það það sem við sjáum vera að gerast. Þannig að núna þegar maður horfir á það að ríkið sé að selja þessar eignir. Við lögðum fram fórnir, við sögðum fórnin þess virði vegna þess að við munum fá það tilbaka í fjárfestingunni og öllu þessu öfluga sem þetta á að skila. Nú ríkið að selja þessar eignir, það að fá hreinan hagnað 10 milljarða. Ætlar þá ríkið virkilega að hirða þennan pening út af svæðinu í sína hít eða ætlar að leggja þetta í áframhaldandi uppbyggingu þessarar hagvaxtar smiðju sem ég segi að flugvallarsvæðið sé. Þetta stór spurning og þessu þurfa stjórnmálamenn að svara núna fyrir kosningar. Nú þegar þið eruð á lokastigi að selja síðustu eignirnar, eru komnar eitthvað tölur? Sérðu fram á hvað verður mikið eftir á peningum? Já, okkar upphaflegu áætlanir gerðu ráð fyrir því að ríkið væri að halda á 10 milljörðum í nettóhagnað út af verkefninu. Síðan náttúrulega eins og ég segi, búið að vera burðast með verkefni náttúrulega í töluvert langan tíma, það sem var nokkuð erfiður og náttúrulega mikið fjármagn fór í rekstur, en eins og þetta lítur út í dag að þá lítur það þannig út að við séum nokkuð deginn að enda á þeim stað sem við ráðgerðum, að ríkið muni halda á 10 milljörðum í nettóhagnað, það að segja þegar búið að greiða fyrir allan kostnað í tengslum við þróun verkefnisins. Ertu með skoðun á því hvernig eigi að ráðstafa þeim peningum? Já, auðvitað þetta viðfangsefni pólitíkusa að taka ákvörðun það og auðvitað ríkisfjármálin virka þannig að það ákveðin prósess í því hvernig peningum útdeilt og þessi peningar sem við höfum verið þá skila til ríkissjóðs að þeir náttúrulega renna bara þar inn. En ég myndi segja að það séu gríðarlegir hagsmunir fyrir ríkið að skoða þau tækifæri sem eru hér framundan og þeim peningum sem að ríkið að innleysa allavega einhverju marki að þeim yrði mjög vel varið í áframhaldandi uppbyggingu hér á svæðinu. Að því það myndi þýða enn meiri tekjur fyrir ríkissjóð á komandi árum. Því eins og ég nefndi áðan að þá alveg ljóst að margar þjóðir hafa verið að nýta þessi svæði og flugvöllin sem vélar fyrir hagvöxt, en það þýðir náttúrulega það að það þarf að fjárfesta í vélinni. Og ef að það væri gert, að þá algjörlega klárt að það myndi skila ríkissjóði enn frekari ábata í tengslu við þau verkefni sem hér myndi rísa. Og eitt sem líka vert að benda á að mörg af þessum svæðum sem við skoðum í byrjun og höfum verið svona að bera okkar verkefni saman við erlendis, að þar erum við að tala þjóðir sem hafa jafnvel skilgreint þessi nærsvæði flugvallarins sem í raun og veru vél fyrir hagvöxt, að þeir hafa nýtt flugvöllin og nærsvæðin til þess að knýja hagvöxt í landinu. Og ég held að margir átta sig ekkert á því hversu mikil tækifæri felast í vel tengdum flugvelli eins og við höfum. Fólk vill einhvern veginn líta ofta á það sem sjálfgefið. En það algjörlega ljóst að fyrirtæki í alþjóðlegri starfsemi að þeirra tilverugrundvöllur yrði miklu flóknari ef að væri
jafnvel 1 til 2 flugtengingar sem þeir hefðu að velja úr eins og gjarnan staðan fyrir mörg 300.000 manna samfélag út í heimi. En það að 300.000 manna samfélag eins og okkar hafi upp undir 80 flugtengingar, að það skapar tækifæri sem eru svo miklu stærri heldur en samfélagið okkar segir til Og þetta myndi ég segja klárlega að væri framtíðarverkefnið, að vinna úr þessum tækifærum sem við höfum. Leið og við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. 30 eitthvað ára gamalt vikublað sem kemur út á hverjum fimmtudegi og dreift öll Suðurnes og víðar. Við erum líka á vefnum á vaff.is með nýjar fréttir alla daga og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta, 100 og eitthvað þætti á YouTube-brásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl.